Í þessum tryllta dansi sem lífið með öllum þeim tilfinningum sem banka upp á, þá leitar hugurinn oft í eitthvað þægilegt sem matar heilan af velíðina tilfinningu til skamms tíma. Og ekki bara þegar við erum í streitu og í trylltum dansi, heldur líka þegar ballið búið, tónlistin slokknuð, allir farnir heim, komið myrkur, í dauðaþögninni og deburðin bankar upp á. Hvaða bjargráð höfum við þá? Við erum misjafnlega í stakk búin fyrir svoleiðis daga, vikur eða mánuði. Tilhneigingin hjá okkur mörgum virðist vera að skrolla í símanum okkar. Það líkamlega áreynslulust og krefst einskis af okkur. Það að skrolla yfir samfélagsmiðla matar heilan okkar af misgáfulegu efni. En það heldur heilanum okkar uppteknum sem notaleg hvíld stund. Kíkja á næsta myndband í þeirri vonum að það verði betra en það síðasta. Vanalega varir þetta ástand lengur en við ætlum okkur. Áður en við vitum af liðin of langur tími, of mörg stutt myndbönd farin framhjá og þá skiptir ekki máli hvort við klárum kvöldi bara svona. Eða það segir hugurinn okkur að minnstakosti. Viðmælendin okkar gefur okkur nokkur bjargráð í Facebook-færslu sinni frá því í janúar. Þar stingur hún upp á djúpöndun við stressi í stað þess að skrolla. Við einmanaleika eða leiða hægt að horfa gaman þátt eða hringi í vin í stað þess að skrolla. Við deburð og kvíða má fara í göngutúr og horfa í kringum sig og hlusta á hressandi tónlist í stað þess að skrolla. Þið vitið sjálfsagt hvern ræðir. Við þekkjum flest Röggu Nagla, konan sem eitt sinn elskaði sófann sinn meir en margt annað, en sneri síðan rækilega við blaðinu. Hún fékk ekki viðnefnið Nagli án ástæðu. Hún sú sem segir fólki að standa upp á sófanum og hætta þessu bulli, en nálgast þetta þó af reynslu og þekkingu og mildi. Ragnhildur Þórðardóttir sálfræðingur með áherslu á heilsusálfræði, einkaþjálfari og sérhæfir sig í lífsstílsjúkdómum, streitu og ofþyngd. Hún hefur skrifað bók og fjölda greina, haldið námskeið og aðstoðað þúsundir við að snúa við lífsstílnum þeirra til hins betra. Þessi þáttur í boði Stafrænnar velferðar og joybox.is. Stafræn velferð heldur fyrirlestra fyrir öll foreldrafélög, bókasöfn, ráðstefnur og íþróttafélög þar sem foreldrar hópast saman. Farðu á stafrænvelferð.is og hafðu samband. Joybox.is gjafavöruverslun með vandaðar fiktvörur fyrir unglinga og fullorðna. Farðu á joybox.is og skoðaðu gleðina. Ragga á línunni hjá okkur í símtali frá Danmörku. Takk fyrir að gefa þér tíma til að tala við okkur og velkomin. Já, mín ánægð, bara mikill heiður að fá að vera með ykkur. Já, og við erum mjög spenntar að heyra svona, já, þitt viðhorf til þessa alls sem að gerast í samfélaginu okkar núna og hvernig upplifir þú þessa þróun? Þú væntanlega upplifir þessa breytingar á geðheilsu fullorðins fólks og jafnvel unglinga. Já, algjörlega og ég sé þetta bara í mínu starfi að það bara mikil aukning á kvíða. Þannig að til mín leita skjólstæðingar með kvíðavandamál. Já, og deburð og já, algjörlega sko. Já. Og finnst þetta áþreifanlegt að þetta sé, þú veist, að við erum að skrolla og leitum í þessi samfélagsmiðla og erum að bera okkur saman og finnst þetta áþreifanlegu munur fyrir og eftir 2010? Þú finnir einhverja fylgni þarna? Já, og þú veist, og ég tala oft það, sko, það virðast vera svona 4 línur sem að fara svona jafnfætis stígandi, svona parallel línur og það kvíði, það orkudrykkja neysla, það svefnleysi og samfélagsmiðla notkun. Og það bara ferðast bara saman og svefnleysi held ég býr þarna, sé bara þarna rót alls ills og hún afleiðing af of mikilli símanotkun, bæði hjá ungum og öldnum og sem að síðan leiðir til þess að svefnin fer út á tún og sem leiðir til þess að það sótt meira í orkudrykki og það sótt meira í einföld kolvetni og meiri sykur sem að síðan hefur áhrif á svefnin og samfélagsmiðlanotkunin verður svona leið til að hvíla heilan hjá fólki sem að það
alls ekki, þetta hvílir ekki heilan. Nei. Og Þetta bara vítahringur. Þetta verður algjör vítahringur, ég finn þetta rosalega mikið sjálf. Já, og það sem að sko símanótkunin gerir líka að þegar að sko það kemur þessi bláa birta inn í ljósopið að þá það skilaboð til heilan sem að sé ennþá dagur. Af því að við sko melatónín sem svefnhormónið hormón myrkurs og kulda. Þegar að sólin settist og það var dimmt og það var kalt bara þegar við byggum í hellunum að þá var það skilaboðin að nú dagurinn búinn og nú áttu að fara að sofa og þá lækka kortisol og melatónín stígur. En í nútíma samfélagi þá höfum við, í fyrsta lagi var Edison svo góður við okkur að hendi okkur ljósapörunni og þannig við erum með gervibirtu í augun en síðan erum við komið með annað miklu verra sem að bláabirtan. Já. Og það bláabirtan sem kemur af símaskjánum og fólk bara hreinlega með þetta tæki. Það eins og að sé bara búið sko að græða það með skurðaðgerð inn í lófana því og það bara upp við glitnurnar allan daginn stanslaust þangað til að það fer að sofa. Og þetta bara að hafa mjög skaðleg áhrif bæði á sálarheill og líka svefnin og þar með bara líkamlega heilsu. Og ég get bara nefnt ykkur sko fjölmargar rannsóknir á ýmsu sviðum þar sem að þetta hefur áhrif. En þetta líka bara að opna mín augu svolítið hvað ég finn þetta hefur mikil áhrif á mig. Þú veist, þegar ég ómikið á samfélagsmiðlum þá sef ég verð, mér líður verð, ég meira einmana, ég sef verð og ég fer þá þar leiðandi að sofa meira, kannski leggja mig á daginn, verð meira einmana, hitti minna fólk, verð meira samfélagsmiðla og það verð algjör vítahringur. Ég fullorðin kona, ég á að geta hugsað með framheilunum mínum, þá hugsa ég alltaf bara hvað með úlingana. Hvernig eiga þau að díla við þetta? Því að ég get það ekki, ég bara í alvarlega eitthvað að fá mig taka síma og mun örugglega að segja meira frá því hérna seinna en bara ég skil ekki hvernig það þarf ekki meira heldur en bara aðeins að opna augun og lítið kringu sig og þá sér maður eins og segir að sé bara búið að græna þetta í hendurnar á öllum. Ég með reglu af því að þú veist nú bý ég í Kaupanöfn þannig að ég fer, þú veist, allra minna ferða á hjóli og stundum að það algjört, þú veist, þrótt, þá tek ég metró, hérna undergroundið. Og ég með reglu fyrir sjálfa mig að ég ekki í símanum meðan ég í undergroundinu, eða í metró. Þannig ég þú veist, ég hlusta á eitthvað og ég að horfa í kringum mig. Ég sagt ykkur að 99% fólks, og ég alltaf að pæla í þessu, borað ofan í síman sinn. Og þá fyrir maður líka pæli hvernig líkamstaðan, þú verður svo skjaldbaka, þú veist, hálsliðirnir líka, þú veist, þannig að sjúkraþjálfarar og kýrópraktorar að sjá hvaða áhrif þetta hefur á bara líkamsstöðu hjá fólki. Og eins þið farin að sjá að sko fínhreyfingar hjá litlum börnum og leikskólakennar taka eftir þessu, svona leikskólakennar svo gamlir í hettunni, þeir taka eftir að fínhreyfingar hjá börnum ekki eins góðar að það voru, vegna þess að þau ekki eins mikið að leika sér, að því að þau bara að fá bara síman til þess að vera með þegar þetta eru bara unga börn. Ákomist vont að heyra þetta. Ég tek eftir þessu sem að fer á læknavaktina. Já. Ég alltaf skrýtna mamman, ég kem með bók fyrir sjálfa mig og barnið sko. Já. Og ég alltaf ein með bók og það allir í kringum mig í símanum og börnin líka og alltaf fyrsta sem ég gerði bara, já, sestu hérna niður, hér síminn. Og ég tek rosalega mikið eftir þessu því þá ég líka aðeins lítið í kringum mig og fylgjast með. En ég að reyna að vera svona, hvað segir maður, trendsetter. Ég vil mæta með bókina, vera svona pínusskrítin með takkasíman. Já, nei, ég elska þetta með bókina einmitt, að lesa af bók og það með þessar rannsóknir sem sýna það sko, þegar fólk fyrir upp í rúm og með sko iPad og að lesa bók af iPad versus það að lesa bara af blaðsíðum, þú veist, að það hefur áhrif á það að fólki sem lesa af iPadinum melatónin framleiðsla hjá þeim 2 tímum seinna á ferðinni. Þannig að það reynir að sofna og í 2 tíma að bylta sér af því að það getur ekki sofnað, að meðan að fólki sem lesa bókinni, það bara þú veist, og maður veit það bara, og það einmitt ég svona líka, ég bara með gamaldags bók við hliðina á mér,
þú veist, ef ég næ að fletta þá það gott, sko, ég veit ekki hvað ég lengi með bók, vegna þess að þú veist, þetta svo þreytandi fyrir augunum, svo eðlilegt þetta svo eðlilegt svona svæfingatól. En það krefst líka svo mikillar einbendingar að lesa bók og út af þessum sérstaklega þessum stuttu myndböndum sem á samfélagsmiðlum og öllu þessu bara efni sem mjög aðgengilegt og gefur svona skjótvinnan glaðning að við eigum alltaf erfiðar með að einbytta okkur til einhver lengri tíma og það á við okkur fullorðna fólki líka og ég hef heyrt bara líka eldra fólk tala þetta að þeir geta ekki einbyttið einhver, það bara að fá áunin aðeinsbrest og ég finn þetta bara sjálfur mér og ég þarf að hafa fyrir því að lesa bók sem það var ekki þannig áður þannig að það tekur bara tíma en þrjóskan svolítið sterk mér og varandi líkamstöð mér bara dætti huga varst að tala það áðan allir í metrónu var bara bórar hún í símanum svo skjaldbökur, bara eitt sem ég nota stundum við erum aðalega að tala að minnka bara símanótkunum en fyrst við erum í honum þá sá ég sjúkraþjálfara bara í sjónvarpinu fyrir mörgum ára síðan, tala að ef maður setur eina hendina, væntanlega vinstri undir handakrikan og svo olbúan ón á þá með hendin sem maður heldur á símanum og þá var þetta strax orðin svona ef maður þarf endilega að vera í símanum þetta svona, það eru svona aðeins skárri stafa og það líka maður pælir í sko þumlónum ég tek eftir þessu sjálf sko, ég held yfirleitt á símanum í vinstri hendinni og skrollan með þumlinum og ég finna því að nú lyfti ég ókslega mikið að sko þessi liður hérna hann rosa stífur og það hefur áhrif inn í lyftingarnar hjá mér það er bara svona hendin á mér orðin bara svona kræklótt ég hef líka heyrt þetta með litlaputtun á úlingskrökkum þeir eru alltaf að halda litlaputunum undir símanum þegar þeir eru að skrolla hann þannig að verða svona pínu beyglaður hjá þeim ég meina þetta hefur bara þessi áhrif þú veist, það sem þú gerir náttúrulega bara endurteki með líkamannum þetta bara hefur áhrif þannig að geti ímyndað eitthvað þú veist og ég meina við erum ekki nándar nærri eins mikið í símanum eins og þessi krakkar veist, ég þakka alltaf fyrir þú veist, ég hlórið það gömul að þú veist, ég er 40 og verð 46 ára þess ári að ég fekk minn fyrsta síma þegar ég á 20 það var einmitt takkasími Nokia 5010, ég meni gæti spila Snake og senda SMS that's it sko, og ég meni ég gæti náttúrulega skipt frá það var svo cool það var ógeðslega cool, hann gæti verið svona með þú veist, marga liti, þetta var svona það bila sem hægt var að gera með þessum síma svo gæti maður bara hringt í fólk við vorum ekki að samfélagsmiðlum, við vorum að skipta fronta þannig að ég orðin sko 20 þegar ég fæ síma og ég orðin sko bara fullorðin manneska þegar samfélagsmiðlar koma þannig að þú veist, ef þú ert þú veist, barn og ég menn þú elst bara upp við þetta og þetta þarna alltaf þú veist, þetta alltaf veruleiki sem að þau búa við ég hefði ekki viljað að það hefði verið til snjallsímar þegar ég var sko í ölfunar ástandi á okkur skólaböllum og Ingólfskaffi þú veist ég meina, maður getur ímyndað sér það verið að taka þig upp, það verið að setja þetta á netið, þú veist, þetta alveg það verið að gera grínaðir, þú getur allt í einu sko, þetta svo brengluð veröld að allt í einu ertu sko með innsýn og vitnesku allt sem allir að gera og þú veist, þegar ég var í menntaskóla þá kannski frétti maður bara mánudegi að það var partí á Sigga og mér ekki boðið, nei, ok núna ertu bara í rauntíma að horfa á partíið hjá Sigga og fólkið að skemmta sér og þér var ekki boðið þannig geti ímyndað ykkur áhrifin sem það að hafa á kvíða þú veist, að vera útilokaður, að vera skilin út undan þú veist, þetta er óeðlilegt fyrir manns heilan að taka þetta inn fyrir utan þetta vitleysuna sem hann gerði allt sem ég sagði alltaf heimskulega brandararnir eitthvað móðgandi eða bara einelti eða ósætti á milli vina eða allt þetta, ef þetta væri allt bara til eitthvað staðar einmitt, allt dokumenterað, allstaðar þetta hræðilegt já, nei, ég meina, það sem þú segir þegar þú 16, 17, 18, 19, 20 skilur, ég meina, þú veist pólitískt, þú veist og svo ætlar að bjóða þig fram ekkert sem forseta það bara, byttu, ég er hérna með myndband hérna, að Ragga Nagli saði einu sinni, þú veist, eitthvað rasista brandara það farið já, ég veit það er bara ræðilegt
En mér langar svolítið að spyrja líka út í einmannaleika því að mér finnst það svo virkilega áhugavert fyrir okkur fullorðna fólki því ég held að við séum almennt orðin mjög einmanna. Við foreldrar mjög einmanna, eldri borgar einmanna. Reyndar var ég líka að heyra daginn að reyndar eru úlningar bara farnir að vera meira einmanna heldur en eldri borgararnir. Það rosa sjokkrandi. Já. Ég held að eldri borgar eru alltaf einmanna, því miður náttúrulega. En þóttum við finnst samfélagsmiðlar vera mjög sniðugir til þess að tengjast fólki, mynda tengingu, alveg svo ég mynda tengingu við ykkur báðar í gegnum samfélagsmiðla og fundið ykkur þannig, þá kannski það að við halda samböndum ekkert voða gott inn á samfélagsmiðlum, þótt að tengingin sé sniðug. En ég var bara svo þakklátt, ástæðan okkur ég heyrði í þér var að ég var svo rosalega þakklátt Raka að sjá einhvern post sem þú postaði þarna. Ég var einmitt í einhverju móki heima að skrolla og bara pínu þunga á mér. Og þá sé ég hennan post bara, ertu leið? Sem ég vitnaði í Já, hætt að skrolla, hringdi vinkonu og þetta var bara svona akkurat það sem ég þurfti að sjá og þurfti að heyra. Og ég á vinkonu sem var einmitt líka, ég vissi af henni, hún var líka í móki heima á sér og ég hringdi henni og fengum okkur salat og fórum út í göngutúr. Og þetta bara breytti deginum. Þetta var bara allt annar dagur fyrir okkur báðar og það var yndislegt. En þetta var bara áminningin sem ég þurfti, annars hefði ég bara setið hann og haldið á að skrolla eða kveikt á sjónvarpinu eða gert eitthvað annað eða fara að sinna einhverjum heimilisverkum eða gert eitthvað allt annað, en við þurfum að hitta fólk. Já, algjörlega og mikið ég glöð að heyra, þú veist, að einmitt þetta nöldur sem ég hamra á lyklaborðið skila sér eitthvað þarna út, sko. Já, það hafði áhrif á 2 vinkonur þennan dag. Já, einmitt, þannig, og það sem að gerist hjá ykkur, þú veist, að í staðin fyrir að þú ert heima og þú færir svona gervidópamín, þú veist, að þú og ég til að segja gervidópamín, þá ég að meina, sko, þú vinnur ekki fyrir því. Og þegar við erum ekki að vinna fyrir dópamínu, þá það bara svo rosa skammvind og þetta er bara svona falskt dópamín. Þú veist, við bara erum með eitthvað tæki höndinni og við bara notum bara puttan og við fáum bara, það er bara nýtt og nýtt áritið, þannig að bara dópamín og þetta vita, þú veist, þessi samfélagsmiðla fyrirtæki að þau póðura inn í, þú veist, þessa þörf fyrir bara nýjungar en dópamín í rauninni, sko, það er ekki verðlauna hormón, heldur það hormón sem losast upp í sko leitinni af verðlaununum. Þannig að þú þegar þú ert búin að fá verðlaunin, þú veist, þetta tökum bara dæmi að spila í spilakassa, dópamíni kemur þegar ég set tíkallin í. Síðan fæ ég, þú veist, fullt af penning, ykkur verðlaun, þú veist, það ekki, þú veist, þá dópamíni ekki eins hátt. Það hæst þegar ég að setja penningin í. Það hæst þegar ég að, þú veist, æfa mig fyrir maraþónið. Þú veist, það ekki hæst þegar ég búið með maraþónið. Þannig að, þú veist, þetta leitin af verðlaununum. Þegar við erum aldrei í neinni aktífri sókn eftir einhverjum verðlaunum, þú veist, og við bara sitjum og skrollum, þurfum ekkert að gera, þá þetta ekki svona raunverulegt, en þú veist, það að stunda kynlíf, fara út og hreyfa sig, að fara og, þú veist, að vinna einhvern veginn fyrir dópamínu, það það sem að gefur okkur miklu meiri langvarandi vellíðan og bara svona eðlilegri, þú veist, þessi vellíðuna hormón. Og það sem að gerist líka þú veist, að serotonín og oxytocin, þú veist, þetta svona þessi vellíðuna hormón hjá okkur og endorfín, þetta svona þessi 4, endorfín losast þegar við hreyfum okkur, þetta svona verkjastillir líkamanns, oxytocin, það losast þegar við erum í nánd, þú veist, það losast til dæmis í bílförmum þegar kona með barn á brjósti, þegar við erum, þú veist, föðmum einhvern, þegar við erum í ástaratöfnum, þú veist, bara þegar við horfum í augun á einhverjum, bara það að vera í sama herbyggi og einhver, þá losum við oxytocin. Þetta tapast þegar samskiptin eru bara gegnum einhvern þumalputta og einhvern tvívíðan skjá. Þannig að við erum að fara við þessi vellíðunarhormón sem stuðla að góðu geðheilbrigði og eðlilegri geðheilsu. Þannig að börn einmitt, þau eru rosa tengd, þú veist, og þau eru að SMS-a eða, þú veist, texta eða Snapchata eða whatever við, þú veist, milljón manns, en þau eru ekki í sama herbyggi og þau eru ekki í nándinni, þannig þau eru ekki að fá oxytocin, þau eru ekki að fá serotonín, plús það tapast rosa mikil félagsfærni á því að vera ekki saman, að lesa í líkamstjáningu, að lesa í svipbrigði,
Já, augun og finna, þú veist, hver mín staða í hópnum, hvað hlutir spila þessi, þetta, þú veist, ping-pong fram og tilbaka, þú veist, það tapast að mynda setningar, að búa til setningar og færa rök fyrir máli sínu og tala og þú veist, þau tala saman í skammstöfun. Já, bara eitthvað lol og bara einhver emojis og þú veist, eitthvað skilur, þannig að það er rosa mikil svona félagsfærni sem það er að fara misvið sem er svo mikilvæg á þessum árum, þú veist, að við séum í samneyti við fólk. Þetta er svo góð punktur að þurfa að vera í sókn, ekki bara að fá dópamínu, eða þú veist, ekki bara að ekki fá bara taka efni, já. heldur að vera að skapa eitthvað líka. Já, og sækjast eftir því. Já, en nú með ég lærði mig, ég maður ekki alveg hvernig það var þessar tölur, ef þið vitið þetta, ykkur staðar heyrði ég að það var talað um samskipti, það var eitthvað bara 10% það sem hún segir. Já, og líkamstjáning var... Já, líkamstjáning var 70% og 20%, já, tónnin var 20% eitthvað. Já, en það er líka eitt svona einmitt, eins og segir, það er svona kvót sem að, þú veist, fólk man ekkert endilega hvað segir, fólk man bara hvernig lætuði líða. Já, nákvæmlega. Akkurat. Þú veist, maður veit hvernig maður líður í návist við fólk og þannig læri maður samskipti og hvaða fólk er gott fyrir mig og hvaða fólk er ekki gott fyrir mig og þú veist, ég þarf að vera með því og að þú veist að tala um einmannleikan þá til dæmis landlækni Bandaríkjanna hann indversku bergibrotin, ég man ekki alveg nafnið á hann, allavega hann er ári eldri en ég og hann var landlækni Bandaríkjanna bara, þú veist, fyrir einhverjum 5 árum, ég var bara, ok, gaur, hvað er ég í lífinu? Þú veist. Og hann gerða sérstöku, þú veist, rannsóknarefni og svona sérstöku áhugaefni og er ennþá mjög ötull svona í því að rannsaka einmannleika. Já. Og hann gerði könnun að 50% upplifa einmannleika. Á hvaða aldri? Við upplifum öll einmannleika. Á öllum aldri, 50%? Já, bara allir Bandaríkjamenn, þú veist, það sé bara 1 af hverjum 2. Vá, það er rosalega mikið. Það er rosalegt og þetta hefur aukist og þetta hefur hættulegra heilsunni heldur en að smóka 15 sigarettur. Þetta hefur bara áhrif á líkamlega heilsu að vera einmanna. Já. Þetta hefur verið nefnt bara næsta pandemic. Já, og þetta eru nefnt við í tengstu við bláu svæðin í heiminum, það sem er svona hæsta hlutfalla fólki sem nær 100 ára aldri. Að, þú veist, það eru ykkur 7 svæði, þetta er Loma Linda í Bandaríkjunum, þetta er Sardinia, þetta er Okinawa í Japan, þetta er hérna í Nicaragua er eitt svæði og já, stóli mér hinn og Gríklandi er eitt svæði og allavega það sem að þau borða sig hvort matinn, þú veist, Loma Linda eru vegan, þetta eru 7. dags aðventistar, í Okinawa borðaðu, þú veist, mikið fisk og borða mikið kjöt í Gríklandi og hvað. Það sem að saminar þau er 2. Það eru mikil félagsleg tengsl og mikil dagleg hreyfing. Þetta 2 er bara það sem að bara þau eiga, bara samnefnari hjá þeim, þú veist, þau eru ekki að fara í crossfit tíman kl. 6 á morgnana, þú veist, þetta er bara fólki sem er bara labbandi allan daginn og þú veist, og bara svona, þú veist, fer, þú veist, út, það er einn með þess að 100 ára sem að sýndur í heimildamyndin, hann fer út og, þú veist, á bátnum sínum og veiði fisk, kemur í land, hitti vin sinn og þeir elda fiskinn og drekka rauðvín, þú veist, þannig að tengslin, fólkið, þú veist, það er þetta þétta félagsnet. Mér langar svo, fyrir ekki. Já, alltaf það. Nei, mér datta bara í hug, svona aðeins tengt þessu, en ekki kannski beint skjánótkun, en þessi félagslegu tengsl, ég var að tala við sálfræðing á hann og hann er svo mikil snillingur, hann var að tala að við Íslendinga við komum frá svo ótrúlega erfiðum tíma sögulega séð. Það var bara, meðan Evrópubúar voru að byggja einhverja svona fallega kirkju, þá voru við bara að skrifa moldakofun og bara að reyna að lifa af. Þannig að fólkið okkar sem er að fara á ellilífeyri núna á sér kannski ekki endilega og kynslanu undan áhugamál og jafnvel einhvern persónulega vini. Þannig að hvað gera þeir og svo tók hann aðrar þjóðir sem dæmi að þessi þjóð bara fer út á torg og tala við yngra fólkið og miðlar reynslu og þessi þjóð fer bara í að það væri svona algengara kannski annars staðar að það væri eitthvað sem tæki við þegar vinnan væri búin. Er það kannski ástæðan okkur þessi kynslóð verið að taka upp öll heimsins áhugamál í
gönguskíði, spanderskónikjóla kannski er það að grípa þau allir upp á marathon og þeir eru bara að taka upp út af foreldrar þeirra voru örugglega bara sátu heima og þú veist, biðu eftir að barnabörnum kemur heimsóng eða eitthvað. Já, einmitt og það er kannski líka þú veist að það er náttúrulega ekki lengra síðan að sko að Íslendingar þú veist áttu þú veist að fólk áttu eitthvað pening skilur að þú hafðir í rauninni efni á því að sko að geta sinnt einhverjum áhugamálum og þú værir ekki bara alltaf að vinna í sveita þíns andlit bara til þess að sko ná endum saman. Ég held að það hefur líka mikið að gera með sko veðráttuna þú veist að þú veist bara munun, ég meina þetta er ekki lengra að hinga til Skandinavíu en ég meina veðráttan hér er allt önnur og hér er maður bara úti að labba og svona. Ég var á Íslandi í janúar, ég var í rauðri viðvörun, þú veist, ég var föst inn í húsinu mín í einhver þrum og eldingum, þú veist. Þannig að þetta er ekki langur tími á Íslandi þar sem að við erum svona, getum verið utandyra svolítið að svona sósíalísera, þú veist. Hvað getum við bara heima? Hvað getum við þá gert? Sorry. Nei, já, akkurat það að þú veist, byggja kannski, ég veit ekki, er til félagsheimili í hverfum bara til þess að leiða fólk kynslóður saman og hafa þau áhugaði yfir höfuð. Já, eða kannski bara eitthvað sem er líka nálægt fólki. Sundlaugarnar er náttúrulega frábær. Já, það eru æði, ég elska það. Það er alltaf sama fólki, alltaf sumu eldri borgararnir þarna í heitapottunum að tala pólitík. Það er bara svona einmitt. Það er ein svona félagstengsl sem að er svona sér íslenskt og maður sér þetta líka aðeins í sko Ungverjalandi sem að þú veist, þeir fari svona þessi böð og hittast þar og þar er meira sem er skákborð í þú veist, onni í sundlauginni eða onni í baðinu og þú veist, þannig að þetta eru svona, þú veist, það er til dæmis einn angi sem að svona mætti rannsaka betur eru þeir sem að stunda sundlaugarnar fram eftir öllum aldri eru þeir heilsuhraustari, bæði það þeir fá hreyfinguna en líka þeir fá félagstengslin. Og það eru komið þetta tvennt. Já, þetta tvennt sem þú talaður áðan sem sameinar þessar langlegu þjóðir, ekki? Var ekki félagstengsl og hreyfing, já. Ég tók eftir þessu, það eru 2 ár síðan, þá var ég á kaffihúsi morgun og sagði þar bara eitthvað í róleitum, ég var að bíða eftir eitthvað, ég man ekki hvað það var. Og þá kemur svona hópur af, það var bara bakari, kemur hópur af eldri mönnum og setjast þarna inn og þá eru allir búnir að vera í sundi líka. Já. Og þeir allir, hvað tókst þú mikið í dag? Ég tók kilometr, hvað tókst þú? Ég tók bara halvan kilometr. Já, ok, og hvað segirðu, hvað með þetta? Hvernig hefur dóttið þín það eða eitthvað? Já, einmitt. Og þá var þau bara búin að, þá er þetta alveg 4 tímar af félagslegri nánd og samtölu og hreyfingu sem þau hann á eftirlaunum að gera. Ég fann alveg smá öfund. Ég var bara vakka til að fara á eftirlaun. Já, og þetta er einmitt, sko, þú veist, þetta er svona, þetta hvetur til þess að fara, þegar þú ert að fara að hitta, þú veist, Jóa og Palla þarna í pottinum og eftir og það er svona einmitt, það eru velaunin þín fyrir að fara og synda og ég meina sumir kannski syndi ekki neitt, þú fara bara beint í pottin, skilu, en þetta er samt það að þú fer út úr húsi og þú ert búin að drepa þarna einhverja 3-4 tíma af deginu þínum, allt í einu bara klukkan 2 og þú veist, þú fer bara svona að huga því að fara í búðina og aðtjóða með, þú veist, kvöldmanni, ég held að það sé sérstaklega mikilvægt fyrir eldri karlmenn. Þeir ekki eins félagslega virkir og konu, þeir ekki eins duglegir að rækta, þú veist, svona vinskap og þeir eru svona veigra sig meira við því að, þú veist, hringja í vin sinn og biðja hann að koma í bíó eða eitthvað, sko. Ég er alveg vissum að þessi menn myndi ekkert kalla hvort annan vin, þeir eru bara, þetta er bara Pétur á kaffehúsinu eða Pétur í sundlauginni. En við hinn, hvað getum við gert? Við þurfum að reyna að vera aðeins lausna með þar. Hvernig getum við móta svona meira samfélag þar sem við erum meira félagslega tengd erum með þessi þorp eins og við tölum öftum Já, ef ég tala fyrir mig sem ég heitti vinkonum mínar svo sjaldan stundum segi bara í gríni, getum við hist eftir 14 ár en til þess út af því að mér finnst félagskapin við börnum mín félagskapin barnana minna við vini sína í götunni svo mikilvægur þannig að ef ég er bara heima eitthvað að laga til, þá getur þau farið heimsókn en ef ég fer í heimsókn þá þarf að taka þau með og þá þurfa þau að húka yfir mér og vinkonum minni og kannski börnunum þeirra sem er ekki sama aldri og ekki, neini sérst ekki vinir. Já, ég bara lýsa mínu raunveruleika. Já, ég bara tengi mjög mikið. Þess vegna hitti ég vinkonum mínu rosa lítið. Kannski hátinn alveg hér og þar og það er 50 mínúna hraðspjall. Já, en sér líka tengslinn á milli kynslóð að það séu virk tengslinn, eins og segir, við eldra fólki, við yngri kynslóðina að deila ráðum og
Einmitt, það svona meira casual, út af því að ég heiti vinkonu mína bara mjög dedikerað með margra daga fyrirvara, klukkan þetta, 12 til 12:50, en svo þú veist eitthvað svona casual að spjalla við eldri konu eða yngri konu í sundi eða karl, þú veist, það væri svo mér finnst það mjög næs. Mér líður oft eins og þegar ég heiti vinkonu mína þá ég bara með fundabóðum það sem þetta var að tala sko. Nánast. Eða bara fundagerð. Hérna umræðefni sem við erum alltaf að ræða. Og það ekkert casual því það er mjög næs. En ekkert casual. En hvað Ragga hefur að segja þetta, hvað finnst þér? Það hlæðst alveg upp í svona samtal. Já, algjörlega og það er svo mikilvægt að eiga sko vini á öllum aldri, þú veist, því við lærum svo mikið bæði af eldri kynslóðinni og yngri kynslóðinni og það er svo nærandi og svona, þú veist, og við vöxum einhvern veginn sem manneskjur að eiga, þú veist, stórt vinanett og fólk einmitt af öllum einhvern veginn gerðum og í öllum svona stigum, þú veist, þú veist, að til dæmis ég á mjög marga samkynhneigða vini, bæði konur og kalla og hef alltaf sko verið, þú veist, ég vil til dæmis ekki gifta mig nema hjá, af því þú veist, það var ekki búið löglega sko giftinga samkynhneigðra að ég valdi þann prest sem hafði gift samkynhneigða sem var hann hérna í fríkirkjunni, Hjörtumagni. Já, einfallegt. Þú veist, bara einfallega út af, þú veist, bara ég var bara, þú veist, í þeirri baráttu, því ég átti á bara svo mikið af vinum, þú veist, þannig að þetta mótar mann sem mannesku og ég tala nú ekki með þú átti vini sem eru, þú veist, og umgengst mikið af eldra fólki að fá innsýn inn í þeirra hugarheim og hvað þau kljást við og hverju þeirra svona baráttur og ég myndi svo segja að það er eitthvað svona vettvangur sem hægt að leiða þetta fólk saman en það er náttúrulega þetta við líka aktíft sem getum gert það, til dæmis það er alls konar eins og að vera heimsóknarvinur og fara á þú veist, dvalarheimili aldrara og þú veist, ég hef oft pælt í þessu að gera þetta bara til að heyra sögur, þú veist, þetta fólk hefur frá rosa mörgu að segja og hefur upplifað margt og mikið og oft mikið mótlæti, þú veist, sem að við hérna bómullar börnin, skilu, ég meina ég er bara eitthvað bómullar barn og fórsóðin, ég aldrei, þú veist, ég hef aldrei mætt neinni mótstöð í lífinu, skilu þannig að kannski að tala við eitthvað sem að, þú veist kannski haft úr litlu að móða og þú veist, var einstað móðir, þú veist, árið 1940, skilu, bara það maður hefur gott að því, en hvar á ég að ná í þann vinskap og ég get á reynt að sækja mér það með því að fara og láta eitthvað gott að mér leiða með því að, og eins að hér er til dæmis úrræði það sem að þú getur verið svona stuðningsaðili fyrir flóttafólk og ég held að það sé líka á Íslandi það sem að út svona innleiða fólk inn í samfélagið og hjálpa því og fá að heyra hvað gekkst þú í gegnum bara við það að komast hingað til Íslands og af hverju valdur Ísland og þú veist, hver er þín saga og bakgrunnur og eitthvað, þú veist að ég held að við þurfum svolítið sjálf að líka ganga eftir því. Já. Rauði krossin er að gera mjög góð hluti þannig. Já. En já, ég bara og ég meira að segja skráða með einu en svo var ég bara upptekinn að ég þurfti að skráða mig úr því meður. Já, ég var ekkert svona heimsóknarvinur. Þetta er nefnilega máli, við erum alltaf svo rosalega upptekinn, þetta er svona líka hjá mér, ég bara, já, ég ætla bara að vera á elliheimilunum og heyra, svo bara nei, viljinn er til staðar, sko. Já. Hraðin er svo mikill, við erum alltaf bara í einhverju hamstrahjóli, við gefum okkur ekki tíma, en sko, svo getur maður spurt sig, er það virkilega vegna þess að svo sjáum við tölur hversu miklum tíma við eyðum í þessum síma? Er það virkilega þannig við höfum ekki tíma? Ég held ekki. Segja það með þér. Þetta er alveg harrið. Og ég meina, og hvað þessu miklum tíma eyðum við fyrir framrænda sjónvarp? Þú veist, ég er búin að sjá alla þætti í öll, þú veist. Ekki ég sakna þess. Mér langar til að vera meira Netflix. Nei, ég sko með, ég held því sem með 6 eða 7 streymisveitur og ég bara, þú veist, já. Það er alltaf leys. Þetta er galið, sko. Nei, svo líka, sko, já, við erum alveg bara tölurinn að sína það, við erum mikið í símanum. En svo finnst mér bara svo notalegt að gera ekkert heima og leyfa krökkunum bara annarkvort að vera inni að dunda sér, inni að lesa eða að leika á einn forsendum. En ég sé alveg fyrir mér, auðvitað verið gaman eitthvað svona að fara inn á elliheimili og tala við fólk og leyfa, þú veist, víkka sjóndeildarhringinn á krökkunum og svona. Svo finnst mér bara næs að vera heima. Hvernig, þú veist? Ég
mér finnst það kannski vanta þótt að þetta sé allt frábær hlutur og ég væri rosalega mikið til að taka þátt í þessu og mun gera það þegar ég finnst mér hans meira tíma að því ég svo rosalega ung börn en það þyrfti líka kannski bara að vera meira svona hlut að þessu daglega amstri bara svona innbyggt inn í því að þú þarft að fara út í búðina eða þú þarft að komast í vinnuna eða þú þarft að sinna þessum bara svona daglegum hlutum að það sé meiri félagsleg tengsl þar á milli og það ofta kannski eitthvað sem glæsir á vegga þegar við erum með biðstofu bíð eftir lækni og það allir í símanum þá verður til dæmis engin tengsl þar á milli ekki það þú ekki verið að vera besta vinkona eitthvað sem þú hittir á biðstofunni á lækni en það ekki svona mikrotengsl sem verða. Mér finnst reyndar sko, mér finnst vera Já, ég sé þetta í mínu starfi að sérstaklega hjá ungu kynslóðinni að það komið svona ákveðin félagskvíði og þau sko og það vil ég skrifa á skort á félagsfærni og þegar ég fer að kafa dýpra í það með þeim að þá sé ég að þau kunna ekki og þetta ákveðið svona þetta bara færni sem við lærum það þetta smáspjall þetta small talk Já, akkurat, ég ætlaði að vera inn á það mér finnst að vera verra hérna á Íslandi heldur en í Bretlandi það var oft sem að skiptast einhverjum orðum við bara einhvern sem að mætti út á götu í búðinni og það var ekkert vandræðilegt við það var bara gaman og svo var það búið en á Íslandi bara eitthvað, hvað er það að selja mér hvað ætlar að láta mig trú á það var alltaf hvaða agenda eftir með og það var svo vandræðilegt Bretarnir eru alveg sérstaklega góður í þessu og einmitt, þú lappar inn á pub í Bretlandi og þú ert alveg búin að tala við örugglega sko 4-5 þegar þú lappar út sko, þú veist, þetta bara þú sest í hliðina á einhverjum og ég held að sé sko stærð samfélagsins því stærra sem samfélagið því svona opnar fólk þú veist, gagvart í bara að spjalla saman en það líka eitthvað í þjóðarsál Breta sem að þeir eru smáspjallarar Danir eru það ekki eins mikið ég tek alveg eftir því hér þeir eru ekki eins mikið að þú veist maður lappar inn og þeir eru ekki eins mikið að það erfitt að kynnast þeim menna, ég búi í báðum löndum og það er mjög auðvelt að kynnast Bretum og mjög auðvelt að kynnast Skotum þú veist ég bjóð þar líka en þetta alltaf öðruvísi bara svona einhvern veginn persónugerð Það verðist vera erfiðara því norða sem við förum. Það er kallt hérna. Við og Finnar séum alveg mest lokuðustu típurnar. Já, og ég sagt eitthvað skemmtilega sögu sko þegar ég var í náminu minni í Bretlandi og kynntist ég stelpu frá Jamaica og það er skemmtilegt að segja frá því að ég að fara til Jamaica ekki morgun heldur hinn. Já, og við ætlum að vera í 10 daga við hjónin og ég búin að hafa samband við hann og ég ætla að hitta hana 20 ára setna. Gaman. Og það var svo fyndið að þegar við kynnumst þarna og erum í einhvern litlum smábæ í Bretlandi í mastersnámi saman í heilsusálfræði að hún segir einu sinni við mig hún kallaði mig Reyni í skólanum, það gæti hitt satt Ragnhildur og hún segi, Reyni það enginn sem hefur boðið mér heim til sín síðan ég kom og ég segi, nei hvað það meina þá krakkan í skólanum nei, nágranna mín og fólki sem býr í kringum mig og ég segi, nei þekkir, hefur ekki að tala nei, ég vil ekki tala við þau og ég segi, fólk gerir það ekki það býður ekki mókunum myndi við viljum vera ein heima ykkur já, en þetta siður í Jamaica ef þú ert bara að labba framhjá þá bjóðum við þér bara inn viltu koma í mat, við erum með fullt af mat og ég segi, hvað, bara ókunnugu fólki sem labba fram í húsinu já þannig að sjá sko hvað munurinn á kultúrunum ég segi bara, elska mín, þú ert í Norður-Evrópu við erum lokuð, við erum ekki að bjóða það stranger danger, þú veist, bara gleymdu hugmyndinni en hún var bara svolítið svona móðguð og sár yfir því að vera ekki búið að bjóða henni heim þarna bara fyrstu vikunum. Þannig að þú veist, tengslinn þar og ég hlakkaði mig til að sjá, þú veist, hvernig samfélagi og maður getur bara svona ímynda sér, þú veist, bara að sjá, þú veist, Bob Marley og eitthvað, þú veist, það er allir svo glaðir og allir svo eitthvað svona, þú veist. Líbó. Já, allir svo líbó og þú veist, að kannski þetta er einhver kultúr þar sem að bara allir eru velkomnir og við tölum við alla og þú veist, okkur stafar ekki ógn af neinum, við erum ekki hrætt við ókunnugt fólk, þú veist, við erum rosa svona tilbaka og lokuð. Það finna það að Íslendingar þið verða svona opnur og skemmtilegir þegar við hittumst í útlöndum. Já. Allir Íslendingar eru vinir í útlöndum. Já,
Einmitt. Hæ, þú hér. Já, og við höfum alveg svona alveg bara eitthvað pervertíska þörf fyrir að halló, ég er líka Íslendingur. Ég heyrði íslensku. Ég er líka Já. spes. Já. Ég hef verið allavega í Filipseyjum þar sem var hópur Íslendingum og Já. okkur bara búið með hérna út að borða og eitthvað, og gaman. Svo hittist á Íslandi bara eitthvað, þú. Já, ég bara aldrei séð þau aftur. Nei, þið hafa örgulega bara litið hinn áttinu einhvern veginn þegar mættu þér, nei. Já, öruglega. Stórfyrirlega kona. Íslendingar eru allstaðar, þessi pínlítla þjóð. Já. Alltaf í H&M í öllum löndum. Já, getur Já, fundið í H&M hérna á strikinu, sko. Já. Það getur alveg garantera að það eru svona 20 Íslendingar að inni. Þannig að ef þú vilt vera félagslynd við Íslendinga, þá ferðu bara í H&M á streikinu. Já, og heyrir innan úr búningskljáðanum. Siggi, Já. náðu í large fyrir mig. En mér langar svo að spyrja þig að einu. Út af því að, ég var alveg, þú veist, varðandi póstinn hann að síðan í janúar sem hjálpaði þér, þú veist, ef þú upplifið depurð eða, þú veist, allt þetta kvíða eða svona, og þessu mörg bjargráð, og ég var alveg, hvernig get ég orðað það, þú veist, bent fólki kringum mig á bara eitthvað, byrjaði allan á, farðu bara út, byrjaði göngutúr, en þegar fólk er virkilega komið bara neðarlega, að það myndir bara svona frussulega framan í mig, ef ég myndi sína þeim þetta, hættu nú að skrolla og þegar fólk er einmitt komið rosa langt niður og þá er þetta bara eina sem getur gerst eða finnast ekki getur gerst. Hvað segir þú við því? Já, það er sko, þú veist, það hljómar einmitt, þú veist, það er bara út í göngutúr, skilur, fyrir suma er það bara mjög stórt skref að fara út í göngutúr, þú veist, þá bara getur við skala það eitthvað niður, þú veist, getur labba bara fram í, þú veist, bara andiri og opna hurðina og þú veist, farið bara út og fengi bara smá súrefni og labba síðan aftur inn. Þú veist, ef að byrja bara þar, ef fólk er komið mjög langt niður og er, þú veist, í mikilli depurð og mikilli einangrun og, þú veist, það sem er kannski jaðrar á, þú veist, er bara með, þú veist, þess að vera eitthvað klínist og þá, þú veist, getur við hjálpa fólki til dæmis með, þú veist, djúpöndun og það er þessi, þú veist, þetta svona lífeðlislega andvarp sem að, þú veist, róar kerfi líka niður, þú ert náttúrulega miklu streituástandi, þú veist, líkaminn er í streituástandi þegar þú ert, þú veist, öndunin verður hraðari og þú veist, það er kannski mikið kortisól í gangi að þú þarft einhvern veginn að senda boð frá líkamannum inn í heilan, það er engin ógn á ferðum. Þú veist, þannig að þú bara svona, og þetta lífeðlislega andvarp eða svona það sem við kalla svona physiological sigh eða svona P-sigh er svona, þú veist, tvisvar hratt inn og svo einu sinni hægt út og það er svona og mér er svo gott að, þú veist, þetta er svona hey, þú, slakaðu á og segir þetta við inn í haustnum að þá andar í takt, þú veist, þetta er svona hey, þú slakaðu á, af því að það er þessi rólega útöndun sem að sendir okkur úr streitukerfinu yfir í sefkerfið og þegar ég komin þangað þá fer ég að geta tekið lógiskari ákvarðanir, þá fer ég að, þú veist, það er búin að virka hjá mig framheilan, þá er komin úr möndlunni, þú veist, amygdala sem er kvíðastöðin og ég er búin að virka hjá mér framheilan og það sem að göngutúrarnir gera er að þeir virka framheilan sérstaklega þegar við erum að horfa í kringum okkur og við erum með þessar hliðarhreyfingar augna að þá tökum við möndluna úr sambandi og þú veist, mandlan er bara það sem að allt, mandlan liggur hérna sikkur megin í heilanum, þú veist, og hún heitir amygdala sem að þýðir bara mandla á latínu og þar getur framheilin ekki virkað, það er nulla hver aðra út, þannig að þegar við förum, þú veist, út og að labba, þá erum við að taka inn umhverfið og þá þurfum við að nota stöðina sem að sér athygli, nám og minni sem er framheilin. Og þá nægja að, þú veist, fara inn í einhverja smá lógík. Plús það að ég fæ súrefni, ég fæ D-vitamin og ég gleymi, þú veist, áhyggjum mínum og kvíðanum, þú veist, stund. En ef þú ferð út að labba og horfi bara niður í gangstéttina og ert bara boraður inn í, þú veist, eigin hugsanir, þá ert ekki að njóta þess góða sem að, þú veist, göngutúrarnir gera. Þannig að þú veist, maður heyrir þetta alltaf. Það er ekkert sem að góð göngutúr getur ekki lagað og það er bara í alvörunni þannig, sko. Er eitthvað mikill munur á því að fara til göngutúr og vera með ekkert í eyrunum og að vera í göngutúr með eitthvað hlaðvarp eða eitthvað í eyrunum? Sko, það sem að það að vera með eitthvað í eyrunum
það svona það svona, ákveðin stundum getur verið flótti sko, þannig að ef þú ert að kljást við erfiða tilfinningar og erfiða, þú veist, hluti, að þá það oft að, sko, ef við hlusta bara á okkar, það þarf ekki að hugsa það þarf ekki að prósessa það, þú veist en það að sko fara með ekki neitt í eyrunum, ef að þú ert að gangi gegnum eitthvað sem þú þarft að hugsa og pæla í og svona að þá getur það verið gott að vera bara ekki með neitt og aðeins að vinna úr því og meðan þú ert, þú veist, í göngutúrnum og ert að virkja framheilin að þá getur þú fara að taka, þú veist, einhverja ákvarðanir sem að, þú veist, eru þér í hag í þessu tiltekna máli. En það sem fólk að gera, það að hlusta á eitthvað til þess að forðast að hugsa og sitja í tilfinningunum. En máli að þegar við nefnum tilfinningarnar, þú veist, við erum sko með 8 kjarnatilfinningar og við erum með 140 undirtilfinningar. Og ég get alveg sagt ykkur það að flestir geta nefnt kannski 5 tilfinningar. Þú veist, kallmenn geta nefnt 2. Glaðir og pirraðir, skilur þú veist, og við konur erum bara glaðar og pirraðar og frústerarar og allt og það kannski bara fyrir hádegi, sko. Þannig að þú veist, við erum aðeins svona flóknari, sko, en að það að geta nefnt tilfinningarnar sínar og tekið svona þyrluflug yfir þær, að það hjálpar okkur vegna þess að þá þurfum við að búa til orð. Þú veist, þegar við erum farin að bara, þegar við hugsum bara orð, að þá erum við í möndlunni, en þegar við þurfum að búa til orð, þurfum að búa til setningar og þurfum að búa til söguþráð í kringum það sem við erum að upplifa, að þá förum við í framheilan og allt verður miklu skýrar. Þess vegna virkar það að fara í, þú veist, sálfræðimeðferð, þannig að ég þarf að búa til setningi kringum það sem ég er að upplifa og mína tilfinningar og bara það setjast niður með vinkonu, þú veist, eins og, þú veist, Anna Laufey, þú kannski upplifið þegar þú hittir, þú veist, ok, ég var eitthvað döpur og eitthvað down og svo fer ég og hitti vinkonu mína og ég þarf bara svona tala hlutina, fá speglun frá henni, ég seti þetta í orð og ég býti söguþráð. Það meina hugsanir og tilfinningar bara svona glefsur. Það bara svona, þetta var umlegt, ég var glötuð, þú veist, ég er feit, ég er ekki nóg góð, ég á ekki svona, þú veist, þessi er í skíðaferð, ég á ekki pening, þú veist, þetta er bara svona glefsur og það er bara svona búm, búm, tilfinning. En nú leiðum við förum að, þú veist, tala það, að það kemur framheilin og bara steppar inn, sko. Nú er ég rosalega háð því að hlusta hlaðvörp ég líka. og bara að fólk að tala alls konar, eða fyrirlestra eða hljóðbækur. Ég er ekkert mikið fyrir að hlusta tónlist, ég þyrfti kannski að gera það meira, en að hlusta á fólk tala og þegar ég bara keyra, labba sinna heimilsverkum, elda, þetta kallar á mig rosa mikið. Ætti ég að reyna að bakka úr þessu? Nei, alls ekki, ef þetta er, þú veist, ef við skoðum, ok, er ég að flýja eitthvað, þú veist, er ég að flýja það en er ég kannski bara að, þú veist, er ég bara að entertaina mér, þú veist. Þetta er mjög góð hvatning að það er svona reka mig af stað, ef ég er að hlusta á eitthvað og nenni ekki að hlusta og sita, þá fer ég að gera eitthvað. Já, einmitt. Já, og þú veist, og ég nota þetta sem svona gulrót, ok, ég er að fara út í göngutúr, þú veist, og ég er ekki að nenna því, en ég er að fara að hlusta skemmtilegt podcast, þú veist, þannig að það er gulrótin að fara út í göngutúrin, þannig að hérna, mér finnst það alls ekki, þú veist, þetta er það eina sem ég er alltaf að velta fyrir mér er sko, hvað áhrif er þetta á heyrnina mína, að vera með svona, þú veist, heyrnatól inn í eyrunum. Já. Þannig ég er svona stundum að reyna að hvíla það, því ég er svolítið mikið með þetta, þú veist, ég er að hlusta á tónlistir í ævi, og þú veist, ég hlusta á podcastir í leiðniræktina, svo hlusta ég tónlist minni í ævi, svo hlusta ég podcast, þannig ég er kannski búin að vera með eyrunum í 3-4 tíma eða eitthvað, þú veist, þetta er ekki gott sko heldur fyrir hlustina, betra að vera með svona utanáliggjandi heyrnatól, þá fáum við hljóðið utanfrá, frekar heldur alveg inn í hlustinni, þannig að það er svona, það sem ég er svona svolítið að velta fyrir mér og þú veist, mamma mín heyrir ekki vel, hún er komið heyrnartæki og ég heyri ekki sérstaklega, ég hef alltaf sjónvarpið svolítið mikið hærra en maður minn, þannig ég bara, er ég að skaða heyrnina mína með þessu? Ég er í nákvæmlega sem stöðu, ég er með frekar lélega heyrn og mamma mín líka, þetta er eitthvað argengt og mamma kom með heyrnartæki en ég er með svona inn í eyrunum en þegar ég keypti þau fyrst þá fann ég alveg að þetta var að meiða mig. Já. Ég er hægt að finna það núna sem er kannski vandamál. Ég ætti kannski að slaka á þeim. Ég held að sko ef maður skiptir bara yfir í svona utanáliggjandi, þú veist, að þá er maður aðeins að venda heyrnina, en nei, þú veist, ekki nema við séum sko að nota þetta sem einhvers konar flótta, þú veist,
það er eitthvað erfitt sem ég er að díla við, ég nenni ekki að díla við og ég ætla bara að hlusta á eitthvað. En ef að, allt er í gúddi í lífinu og og við erum bara stundið þannig við, viljum ekki verið í þögn, okkur leiðist í þögn, mér leiðist í þögn. En það er gott að leiðast. Það er gott að leiðast. Það er nefnilega málið og við þurfum líka þess að pæli því, þegar við vorum lítilum, það var ekki til neitt, ég ólst upp á heimilega sem þetta var bara kortir í kommunisma. Það var bara stöð 1, alls ekki kaupa stöð 2 og ég þurfti að biðja leyfi að fá að horfa sjónvarpið á daginn. Ég fekk yfirleitt neitun, Já, þannig að þetta var besti að mamma var ekki heima en ef hún var komin heima, því hún var kennari en hún kom vilt frekar stemma heim má ég kveikja á sjónvarpinu? Nei. Og hvað er það að gera? Farðu inn að leika þér og það þurfti maður að fara inn og maður þurfti að fara að leika sér og ég meina maður bara með einhverja dúkkur og barbidúkkur og var bara einn í þögninni en váka maður, það er gott að vegna þess að þá ferði líka og þetta er það sem við förum á misvið sem fullorðið fólk er að þá förum við inn í heilastöð sem heitir DMN, Default Mode Network. Þetta er heilastöðin sem við notum þegar við hugleiðum. Þannig að þetta er heilastöðin þar sem við látum bara svona hugan reika. Hann fer bara ykkur minningar eða hann fer bara að hugsa eitthvað svona, eitthvað sem okkur finnst skemmtilegt eða þáttinn sem við vorum að horfa, þetta er bara svona, þetta er bara svona skjáauglýsingar. Þetta er bara eitthvað efni. Og við erum ekki nógu mikið að virka þessa stöð og hún virkast þegar við erum að gera eitthvað skapandi og þegar við erum að spila tölvuleik eða þegar við erum að lita eða þegar við erum bara, hreinlega bara, að leika okkur og við fengum frímínútur sem börn og við fáum ekki frímínútur sem fullorðið fólk en við þurfum að því að halda. Ég minnst að vera frímínútur á öllum vinnustöðum. Algjörlega, við fyrir út í skotbolta. Já, ekki bara hvað frímínútur farið út og gera eitthvað, heldur bara fyrir út í skotbolta. Já, snú og allt þetta, ég meina bara fullorðið fólk þarf líka að við höldum við sem að taka pásu með því að fara í síman en við erum í raunin að taka út af reikningnum, við erum bara með ákveðna innistæðu hugræna, getu og virkni yfir daginn, þetta er ekkit óþrjótandi auðlind og við tökum bara út af henni með því að fara í síman og það sýna bara rannsóknir, það tekur okkur svona 23-27 mínútur að komast aftur í þetta vinnuflæði eftir að boruð í síman. Svo er önnur áhugaverð rannsókn sem kemur nú inn á mitt svið, þar sem þeir skoðuðu áhrif þess að skrolla síman samfélagsmiðla í 30 mínútur í tengslum við styrktarþjálfun og þetta er ótrúlega athyglisvert að þeir tóku fólk og létu þau taka hnébeygur ákveðna þyngd, þau fundu bara hvaða þyngd getur tekið 15 sinnum sem er bara mjög erfið fyrir þig. Ok, þau gerðu það, eftir það, þá fóru báðir hópar og annar hópurinn skrollaði síman á meðan hinn var bara eitthvað að spjalla. Þeir fóru aftur í hnébeygjuna, sömu þyngd, hópurinn sem skrollaði síman gafst upp miklu fyrr heldur en hópurinn sem var bara að spjalla saman. Hugsið ykkur, hvað þetta hefur bara þetta ára á vöðunar. Dregur af þér líka hvað þetta er. Þannig að þegar ég líka með reglu, ég fer aldrei í síma minna æfingu. Ég nota hann bara, þetta er bara tónlist og ekkert annað. Ég fer ekki nú samfélagsmiðlaði neitt vegna þess að ég finna þetta truflar einbeitinguna mína þegar ég síðan fer að lyfta. Ég sé eitthvað, já, hérna er komið e-mail eða hérna er komið, eitthvað komment sem var eitthvað leðilegt, þá er það bara lóðrétt með mér inn í þetta sett og ég er ekki að fara að standa með eins vel. Nei, vá, mér finnst það eins og þetta sé fullkomin botn í þáttinn. Já, ég er svo spennt að auglýsa hann. Þetta er svo geggjað. Ég hef ekki fara að segja þetta bara gott spjall. Já, er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri hérðan af? Það er alltaf búin að lýsa á öllum þínu viskubrunum. Já, nefnist, þetta var svo frábær podcast hjá okkur og bara svo nauðsynlegt inn í, alla þessa umræðu bara kvíða hjá börnum og ekki síður hjá fullorðnum því að þetta er bara mjög vaxandi
vandamál og hvað að valda því og þú veist að kryfja það svolítið til merkjar finnst mér bara frábær, þú veist, og frábær vettvangur hjá ykkur, þannig að ég vil bara, þú veist, hrós ykkur og bara minnst mikill heiður að fá að vera með ykkur. Takk hérlega fyrir. Það var líka heiður að fá þig. Takk fyrir að gera allt sem þú ert að gera. Já, takk hérlega. Takk fyrir að nenna að lesa það. Takk hérlega fyrir spjalli Ragga og halda áfram öllu því góða sem þú ert að gera. Sömuleiðis, takk fyrir mig. Takk.